Jú, góða kvöldið, góðar áhorfendur og verið velkomin á Stakkavíkurvelli Grindavík sem eigast við lengi til Karla, Grindavík og Vestri. Siggi Fannar Ævarsson heilsar ykkur hér og Jón Júlíus Karlsson hérna á kantinum. Gaman að vera með þess Sigir. Já, sömuleiðis. Vonum að þetta gangi nú allt stórslysalaust tæknilega hjá okkur. Já, þess vegna er ég hér. Maðurinn með lausnirnar. Við höfum nú tekið marga vaktirna saman hérna í leiklýsingu og leikjum. Já, en þú er oftast verið bara á tökkunum. Já. Og svona kinga kolli þegar ég er að segja eitthvað. Svona meira minna. En heyrðu, liðin eru komin á völlinn. Það mættust fyrr í sumar og þá fór það 2-0 fyrir Grindavík fyrir vestan. Já, ég vekk strax athygli á því að Vallaþulurinn er búinn að setja hérna á alveg líþungt Rammstein-lag sem inngöngulag á Stakkavíkurvöll. Ég verð að hrósa honum í hástart. Var það ákvörðun Vallaþulurins að setja þetta lag? Sem var vissulega borinn undir mig og ég sagði já. Heyrðu, liðin er að gera sig klár og Vallaþulurinn er byrjað að kynna liðin en við skulum bara að renna yfir rétt sem snöggvast. Þetta er náttúrulega fyrsti leikur Grindavíkur undir stjórn Brynjars Björns Gunnarssonar. Já. Og honum til aðstoðar er Orri Freyr Hjaltalín en hann verður ekki með okkur hér í lýsingunum. Já, það er skar fyrir skildi fyrir Grindavík TV. Já, en hann er á góðum stað þarna held ég. Heyrðu, númer 1 í markinu sem fyrr Aron Dagur Birnusson, númer 4 er Bjarki Aðarsteinsson, númer 6 Viktor Guðberg Hauksson, númer 7 Kristófer Konráðsson, númer 8 Einar Karl Ingvarsson, númer 9 Edi Horvath, númer 10 Guðjón Pétur Lýðsson, númer 16 Marko Vardic, númer 22 kominn aftur á fullt Óskar Örn Hauksson fyrir liðsins, númer 26 Sigurður Rúnarsson, númer 44 Ólafur Flóki Stephensen. Hún gerir hérna líka við gestina. Já, það er ágætt líka. Herðu, í markinu númer 12 Rafael Brotti og Henrík. Ég var ekki búinn að renna yfir nöfnið þetta vona að ég hyggst ekki á einhverjum framandi nöfnum. Númer 12 Morten Olsen Hansen, númer 3 Elvar Baldvinsson, númer 4 Fatay Adebowale Guatamosi held ég. Já. Númer 6 Tarik Ibrahimagic, númer 7 Vladimir Tuvkitic, númer 10 Ignacio Gil Eghavaria, númer 11 Bendit Warren, númer 22 Elmar Atli Garðarsson, númer 23 Silas Dylan Songani og númer 40 er Gustaf Kjelsen. Já, þetta er allt sem að komið að stað hérna á Stakkavíkurvelli og Grindavík leikur gegn glæsilegri norðanátt hérna í fyrri hálfleik. Já, það er glæsilegt gluggaveður en það er stífur vindur. Þannig að við tölum um þessi síðasta leik að þetta væri örugglega í lagi ef að menn eru með bolta fyrir neðan skiltin en leið og hann lyftist upp þá er hann fokinn held ég. Já, það er svona oft spurning um taktík þegar þú vinnur uppkast hvort þú vilt vera með að móti vindi í fyrri hálfleik. Ég er núna að horfa á all nokkra leiki hér á Stakkavíkurvelli í sumar og mér er fundist liðir sem spila bara móti vindi. Eiga auðveldara með að spila boltanum sín á milli. En völlurinn hjá okkur hefur nú lagast töluvert síðan þá. Þannig að þetta er nú allt saman. Það var komið dropi úr lofti í Grindavík í síðasta mánuð eða svo en það er búið að vöka völlum vel. Íðan grænn og fallegur. Hér er Marko að taka góðan sprett og setja góða pressu á vestramenn. Já, Brynjar sagði í viðtali við Víkurfréttir að hann vildi hafa svolítið tempo á æfingum að menn vera að djöflast. Og hann kannski pínu tempo stundum hjá okkur í sumar, þannig að það er kannski bara því góða. Já. Menn taka einhverja spretti. Það er ljótt að koma ferskir vindar með Brynjari. Það gerir þannig yfirleitt þegar að kemur einhver nýr Já. þjálfari. En svo spurning hversu langt það endist. En Brynjar auðvitað með töluverða reynslu sem þjálfari. Þjálfað aðstoðarþjálfari á Stjörnunni í nokkur ár. Svo þjálfað hann Háká held ég í svona 4,5 tímabil. Jú, og tók svo við Örgríti í sænsku deildinni, sænsku B-deildinni. Já, tók við Örgríti í alveg skelfilegri stöðu síðasta vor. Og náði að halda með B-deildinni sem var bara mjög vel gert og svolítið skrítið hann skildi missa starfið síðastliðinn vetur. Kom mér og örugglega honum á töluvert óvart. Það var stjórnarskipti eða hálfgerð eigendaskipti. Þannig að það svona fylgir því oft að þegar kemur ný stjórn að þeir vilja hafa sinn mann. Vestramenn að gera sér líklega en Marko potar þessi burtu. Það er markspyrna, já. Það Grindavík í svona 4-2-3-1, hefur ekki að segja það? Jú, ég held að það sé svona cirka bát. Þeir eru með Einar Karl og Marko Flata í
sexunni svo götuðu, Mhm. sitja flættir á miðunni svo er Guðjón Pétur fyrir framann þá og síðan er það Óskar og já, svo er það Óskar og Kristi Konna á köntunum. Hér er hörð bara á miðunni og Sigurjón kemur á Aron Dag. þessi fer beinustu leiði vindinu út af. Já, og svo er Eddi Horvat í fremstu vílinu. Hann lítur að fara að læða inn 2-3 hér í dag. Mann finnst eins og hann eigi nokkur inni. Hvað eru við búin að skora? 12 mörg? 13 mörg? Já, ekki mörg. Ekki mörg. En ég er svona, ég hef ykkur að trúa því að hann losni aðeins stípluna hér í dag. Það væri draumur. Já, Grindavík hefur svona verið að fá aðeins mikið af mörgum á sig á fyrstu mínútu leiksins núna síðustu leiki. Þannig að vonandi svona standa þessi betur að koma sér í leikinn og taka svolítið bara stjórnin á leikjum strax. Já, fengi mörg á sig og mist svolítið dampin við það. Svona. Já, Farið vindurinn úr þeim. það er alltaf gott litis að vera í ykkur brasi. Guðjón Pétur að setja hausinn í boltan og Einar Karl með sending út á vinstri kantinn. Fín sending. Frábær sending. Og utan á hlöðu kemur frá Ólafi Flóka bróður hans. Hann fyrir skotið og það er alveg hjá Kristófer. Já, það er smá líf með þeim. Það er ekki að taka það af þeim. Taka það af Grindvíkingum. Það mátt sko nýta overlappið hjá Ólafi Flóka. Þeir eru hálfbræður. Ólafi Flóki og Kristófer Konrads. Kristófer uppalinn í Stjörnunni. Brynjar Björn þjálfaði hann þar. Spurning hvað Brynjar býtur nú við. Svo er Sveinn Arnarsson á flautunni fyrir hann til kollegi minn hjá Fréttablaðinu á Vísi. Já, og Akureyringur. Já. Trist að hann sendi á mig góða dómgæslu hér í dag. Topp maður hans veit. Já, það er svo sem aldrei neður að búast heldur en hann standi sig vel á flautunni. Þetta er rangstæð eða hvað? Nei, við náðum sem alltaf ekki inn. Þú verður svona að velta fyrir mig. Nú er Brynjar fæddur 75. Já. Ætli hann og Óskar hefði spilað saman í KR? Þeir spiluðu saman 2013 í KR. Já, þar höfum við það. Síðasta tímabili hjá Brynjari sem leikmanni kom í 1 ár heim og Já. það var nóg fyrir hann. Talandi stífa vindin, eins og Aron hafa náð ágætis tökum að taka markspyrnunar upp í vindin. Maja er búin að vera með hann í stífumæðingum. Það var vel gert hjá Sigurjóni, sendir hann á Guðjón. Guðjón reynir að finna Eddi. Þetta er aðeins svo erfitt. En haldur við pressunni. Já. Þetta er nú aukaspyrna myndi telja, en ekki dæmt. Og erfið sending út á kantinn og hér er leikmaður númer 23 hjá Vestra, hann Sílas. Hann er mjög snöggur. Það þarf að hafa góða gætur á honum. Sílas Songani. Hann vill svona tegja sig vel út á kantinn og ógna svona innfyrir. Mjög svona sprækur leikmaður. Þeir eru náttúrulega með ansi marga erlenda leikmenn, Vestramenn. Og þú voru að bæta við 2 bara núna á dögunum. Þeir finna lyktina af umspilsætinu. Eins og mörg önnur lið reyndar. Já, það er stutt. Þó að Grindvíkingar séu nú ekki búin að safna mörgum stigum. 4 stig. Já, nákvæmlega. Það voru 4 stig upp í þetta umspilsæti. Það er ekki öll nótt úti enn. Nei, 2 sigrar og þú ert vel að bara komin í 5. sæti held ég. Þannig að þetta er svona, það getur gerst mjög hratt ef þú tengir saman 2-3 sigra í þessari deild, eins og staðan er núna. Svo líka er öll liðin að spila nánast innbyrðis, þannig að það er alltaf eitthvað lið sem er að tapa allstaðar. En eins og ég nefndi kannski hérna með þig, Siggi, fyrir yfirlýsingu, þá vilja Vestramenn vera þéttir. Þeir setja allt lið saman í. Hér er slæmistök hjá Aroni, hann er rangstæður held ég. Aron bara kiksaði boltan hann hressilega. Já, það þarf að vanda sig. Brynjar er ekki skemmt. Já, hann var undir engri pressu heldur, en þetta var óvenjulegt hjá Aroni að gera svona mistök.
Já, þeir vilja vera þéttir og berjast. Já, þú sér bara svona hvernig liðið stendur á vellinum, þeir stutla milli lína. Þannig að ef að Það liggur Eddie nú já, hann eftir. fekk nú höfuð og ég skil ekkert okkur dómarinn ekki búinn að stöðva leikinn. Það er í lagi með Eddie. Hann fekk hérna smá svona utan vera olbúða. Ekki þungt haldinn held ég. Nei. Og þetta er aðeins hjá Grindvíkingum að koma bara boltanum meir í spil, opna svæði. Þegja aðeins á þeim. Sjáum hvort þeir ná eitthvað að byggja þetta núna. Grjóni fer aðeins og kemur bara langa sendingu, allt og langa. Þetta tók ekki hlaupið eins og náttúrulega að gera þarna, hann hljóp tilbaka sem var ekki alveg nú að tengja saman þarna. Grindavík búið að spila 2 leiki mútið Vestra í lengju bikar og lengju deild, unnið báða leikina 2-0. Þannig að vonandi verður það bara sami í dag. Það væri óskandi. En Vestramenn hafa verið á skriði núna síðustu vikur eftir svona frekar erfiða byrjun á mótinu og þá hafa þær heldur betur svona bitið í skjaldarendur. Það verið mjög vaxandi. Já. Eins og þeir reyndar gera oft byrjar þetta hálf svona erfilega hjá þeim en Já, ná hópum seint saman í æfingar og svona. já, þeir eru ekki með góða aðstöðu. Það stendur þetta til bóta sem að þeir eru að fá gervigrasvöll fyrir vestan. Já. Sest, í fullri stærð. Þeir eru með minni völl sem er óupphitaður. Þannig að Já, Vestramenn sitja akkurat núna í 7. sæti með 19 stig. Búin að vinna 2 síðustu, búin að vinna 3 af síðustu 4 og 1 jafntefli. já, Meðan við erum búin að tapa síðustu 4. já, Grindavík er búið að vera eftir frábæra byrjun bara í frjálsu falli núna sísta mánuðin. Já, það er ágætis leið til þess að lýsa það í frjálsu falli. Það bara verður að segja alveg svo það er ekki tekist að vinna þessi lið sem að liði kannski sá fyrir sér að þeir myndu vinna. Nei, nákvæmlega. Heimaleikir á móti Þrótti sem tapaðist, heimaleikir á móti Þór og svo mætti nú bara eiginlega lengi telja sko. Þannig að fyrirfram hefði maður reiknað með að bæði leikandi Njarðvík og Selfoss hefði leikið sem átt að vinna. Já, svona stigasöfnin áttu svolítið að fara fram inn í júlí en það kom bara held ég 1 stig. Það er bara ekki volett sko. Hann kemur Óskar Örnundótt á hægri kantinum. Það er að halda þessi hvað var þetta? Óskar ekki sáttur. Þetta er bara að þvælast fyrir honum. Og kemur Einar Karl Kristófer út á vinstri kantinum, hann er mjög leikinn boltan að Kristófer. Þetta var algjör slísasending hérna hjá Kristófer. Gult spjald, já. Það er bara samkvæmt bókinni. Stoppar þetta skyndisókn hjá Vestra. Já, fær hérna, já, þetta er gult spjald en það var ekki búið að brjóta neitt í leiknum. Nei. Þetta var óþarfi á Kristófer að vera að taka ykkur 50-50 sendingar inn í svæði sem að þetta er vel gert hjá Ólafur Flóka, hann best vel hér. Þeir spila hjá Virkilega vel spilað. Komið í fína stöð undir kantinum, sett ekki fyrir. Grjóni vel staðsettur. Það var mjög náldið að fara út af en þetta reddaðist. Ég er svolítið hrifinn af Ólafur Flóka í fyrstu leikjunum. Hann er búinn að vera svona áræðinn og kemur krafti með honum og svona smá sjálfstraust. Þorir að vera boltann. Jæja. Þá er Guðjón að koma með boltann hérna upp. Kemur á Viktor. Viktor getur hæglega að gefa hann fyrir. Það er svo seinna. Þetta er lélegt hjá Viktori þarna. Virkilega lélegt. Átti bara að koma þessu strax fyrir hann sá að hann með svæði til þess. Hún er bara vel mætt á Stakkavíkurvelli í dag. Ég sé nú ekki margir Ísfirðingar á vellinum. Þeir eru aðalega að hlusta á okkur. Já.
Þeir Grindvíkingar sem ekki farnir á Flúðir eða Vestmannaeyjar mættir á völlinn. Það getur verið að það sé svona háar herrættinu aukaspyrna. Já. Nei, Sveinn. Já, hann sveik. Bregðast okkur þarna. Já, ég skil ekki af hverju hann dæmir ekki aukaspyrnum. Já, Óskar liggur eftir. Já, úr því að hann leikmaður liggur eftir og Eirill líka Óskar ekki vera skemmt yfir þessu. Ég held svona að Sveinn hafi allan að beita hagnað þarna en bara svona leið og búin að taka út einn besta leikmann Grindavíkur og þá svolítið búið að taka út ógnina í sókninni. Mér sýnist Óskar bara vera hundónað með þessa tæklingu. Jæja, höldum þessum bolta eða hvað? Jú. Nei, ekki góð sending. Þetta er mjög þéttur pakki að senda inn í. Já, þeir eru eins og ég segi, mjög þéttir Vestramenn. Þeir eru ekki mikið að teygja sig. Þeir halda bara línunum mjög. Þetta er svolítið lokaði leikir á tíðum og þeir eru góðir að beita skyndisóknum. Sigur og vinnur þetta á Grindavík geta aftur þetta að finna einhverja glufur á Vestramönnum. Já, Guðjón á kantinum, hann getur heldur betur gefið boltan fyrir. Til slög sending. Já. Þá Vestramenn hérna smá handrými til þess að koma sér í sókn. Liggur ekkert á. Þið vita bara ekkert hvað þeir ætla að gera. Móttaka á Sílas. Þeir eru að taka sér tíma og komast nær. Já, við þurfum bara að þétti núna. Þetta vinnur Viktor boltan. Lili móttaka og Viktor gerir vel. Óskar á sprettinum. Já, syndist það nú svona að vera við það að fara að brjóta Óskar eða það. Geta alltaf leikur. Já, Fatay. Fatay vinnur okkar. Leikt með Kórtenengjum í fyrra. Öflugur leikmaður. Hérna er Grindavík. Smá hefni hérna en Þetta er ekki aukaspyrna eða? Nei. Ja, hann ætlar ekki að dæma neitt með okkur Grindvíkingum. Nei. Og hérna er frábær sending á Guðjóni á Óskar. Já. Hann elskar 1-1. Lítur að koma hérna fyrir. Núi! Það er alltaf leið. Hann reynir að skora hann eitthvað. Já. Tildulega 10. lítið fyrsta korter í þessum leik. Já, svona bæði lið reyna að finna einhverjar stöður og hvað þeir. Það er vanlegast. Já. Næja, Guðmundur vinnur hann á miðunni en veit ekkert hvað hann á að gera. Jú. Já, hann snýr og snýr. Snýr bara. Þeir hörfa mjög fljótt tilbaka, Vestramenn verður vel að pressa ekkert fyrir en þeir eru konur að miðju. Næja, það er Eddi að taka þennan niður. Já. Kemur hann á Kristófer. Kristófer með bróðsinn með sér. Og þetta er vel gert. Þeir eru mættir hérna 3. Sendingin aftur fyrir. Ég vil sjá bara okkur krossa meira þegar við komist í stöðunar. Í staðan fyrir að reyna að spila okkur alltaf svona í gegn. Eddi er fínn skallamaður og Óskar sömuleiðis gríðarlega öflugur skallamaður. Þráttur að vera með lágvaxnari mönnum á vellinum. Já, hann er einstaklega boltasækirinn ekki alveg þetta með hrinnu. Létt leiktöf. Já, hann er með frábæra tímasetningar, hann Óskar í öllum skalla, eða svona í skallaðum í honum.
Hann dæmir ekkert með okkur hann Sveinn. Nei, Það var brotið þarna á. Þegar ég baði hann það, þá fann hann flautuna. Ég veist nú að það augljóslega brotið þarna á Bjarka. Keyrt inn í hann og það var eins og augljóst að það gerist, sko. það er svona stundum línan hjá dómurum að dæmis lítuður geta og það endar yfirleitt í því að línan verður eitthvað stór skrítin. Já. Í staðan fyrir bara að reyna að dæma leikinn svona eins og hann blasir við þér. Það er ekki gott þegar mennur að sleppa bara mjög augljósum brotum, sko. Nei, það er líka bara þá einhvern veginn breytir skikkist bara hvernig þú ert að spila leikinn. Það fara liðin að brjóta harðar af sér. Einmitt. Þessi sending aðeins og fancy. Það verður að vera aðeins meiri iðnaður í kryddafélaginu. Það þarf ekki alltaf að vera fyrsta flokks. Það kemur þar sending Guðjón og þetta er frásending og Kristófer aðeins og Eddi við og boltinn upp í vindin hann. Það var sérkennilegt en margt tækifæri enga síður. Þetta var ekki auðveldasta færi sem að Eddi gat fengið. En Guðjón er iðinn hann í 10. Já. Guðjón bara ferskur að sjá. Já, Stinningskaldi lætur vel í sér heyra að venju. Já, þeir hafa ekkert látið neitt bilbúið á sig finna þrátt fyrir tapurt gengi á vellinum. Það eru eiginlega bara svona hafa aldrei verið ferskari. Það eru bestar að koma í hættulega stöðu. Já, stórhættulega stöðu. Þetta er vel gert hjá Sigurjóni og það er hotspyrna sem að Vestamenn eiga. Virkilega góð tækling. Það var það Benedikt Warren sem var að geysast upp vinstri kantinn. Blikastrákur í grunninn. Það við náttúrulega fengið einhver mörk á okkur sumar úr hornum. Já, ég held að við séum staðar því að reyna að múra þess fyrir núna. Sjá hvað gerir þér. Svona semifallega bolti. Það er hreinsað. Það var Einar allt í norðin fremsti maður á vellinum. Er Hörfa mestramenn alla leið á Rafael í markinu. Lóði Vestasetturinn. Skallinn ekki nú nákvæmur. Þetta er frábært tækling hjá Marko. Ótrúlega vel gert. Potaði fætir þar lengst framfyrir og felldi ekki mannin en Óskar missi boltan. Kærulaus þarna snúa sér falla í skot og þessi bolti er bara beint í eina karl og þá tækifæri fyrir Gindeg til þess að herja á þá. Já, það er aðeins að taka spetti núna. Úff, þetta er leið. Brynjar býður þeim bara að róa þetta niður. Skiptingin og Ólega Flóki vill fá hann. Gefa ekki mikinn tíma á boltan, Vestaramenn. Það myndi gefa held í Grindvíkingu mikið að skora fyrsta markið í þessum leik. Það er svona eiginlega þannig leikur að þetta er bara spurning að snúa við genginu, svona aðeins að fá sjálfstraustið og þá er þessi fljótt að gerast. Þeir er ekki dæmt og Svona eins og Helga var náttúrulega tíðrættum í viðtölum. Þetta er svona búin að vera eitthvað spírat sem er erfitt að komast upp úr. já, Eitthvað sem það er að brjóta aftur. það
Það er nú aðalega liðið sjálft sem getur svona Jú, jú. undirjóna þessu. Ég veist ekki að þeir eru starfánir í að gera það. Það var nú, nei. Vestri á áttina bolta en setur Ekkur Ólaf aðeins aftar, stela nokkrum metrum hann það. Hann komin í 10 metrana, það er bannað. Hér er Einar Karl örlítið kærulaus. Leikarinn tilburður þarna. Þetta var alveg hrunding. Einar þannig bara að passa sig verandi gúlu spjaldi. Já, ég láta Ignacio hans heyra það hérna, svona full mjúkur í að detta. Já. Eflaust fyrir dagskipurinn að taka vel á honum, hann er svona mest skapandi leikmaðurinn hjá Vestra. Hún að vera lengi hér í deildinni á Íslandi. Þetta er góð pressi á Eddie og boltinn út af, það er vel gert hjá Eddie Horvath. Ekki gott yngastafni á Viktori. Nei, það var svona kærleislegt. Það var búið að brjóta á Marko. Sveit, þú verður nú að opna augun fyrir þessu. Búið að hrinda í bakið á honum og hann missir jafnvægið. Það Vestramönnum liggi ekkert á að skora þetta fyrsta mark. Nei, það eru svona að reyna bara. Það drepa þetta aðeins niður. Það er eiga til svolítið að drepa leikina niður og svona koma með einhver óvænt augnablik. Kemur sending og þetta hlýtur að vera á rangstæða eða hvað? Nei. Það er ekkert flaggað þér allan. Fínt skot en beint á Aron sem grípur þetta. Það var ekki gott skot hjá Benedikt. Frekar laust. Það er með þetta svona sem að þeir eru að gera Vesturamenn. Þeir eru svolítið að þeir svona láta leikinn eins og sé ekkert að gera, svo kemur skipting og hérna, og kemur eitthvað nýtt moment. Og kemur Óskar Örn hérna og sending á Kristoffer en Vesturamenn aðeins undan og það rángstæða dæmt. Rángstæða í þokkabót, það leit vel út. Ég vil að sjá Óskar taka svona eitthvað fake move hann og taka skoti sjálfur. Menn eitthvað að fara yfir gameplanið á hliðalínunni á Vestra. Það var hann Morten Hansen að spjalla við Davíð Smára og aðstofþjálfarinn Daniel Osafu Badu. Já, hann er fyrrandi leikmaður Vestra. Vestaramenn ná að halda þessu smá klaps þarna. Konur hérna í álutlega stöðu en það er ekki að halda þessu. Þetta er pressa á Einar. Já, en sparkar þessu út af. Fannst nú Ólega Flóki ekki gera rétt þarna með að fara upp fyrir hann. Hann er bara að taka sendingun og sparka frá. Hendur nú hendi, það er ekki dæmt. Já, vel gert hjá Eddie sem að pressar. Og flott sending er það spurning kaplaup. Og Eddie aðeins og eftir að dæma á hann. Það var nú ekki mikil hrinding. Þetta er lætur að vita af því. Já, þeir eru búnir að vera ansi svona léttir í fasi þegar það kemur lítil snerting. Eddie gera flest allt vel nema að klára færin. Já, það er kraftur í stráka bara. Það er eins og stundum vantið menn bara smá sjálfstraust þegar momentum koma. Jæja,
Það eru komna hvað? 27 mínútur á klukkuna. Markalaust. Ekkert mikið af markverðum færum hingað til. Býtum nú við. Nei, Óskar er ekki að stela þessu. Já, þetta var mjög skrítin snerting hann hjá Gústa Kjeldsen. Það fyrir Vestara svolítið erfitt að stinga honum inn fyrir undan norðanáttinni. Já. Það eru eiginlega svona eiginlega hættir að reyna að sparka langt. Það er aðeins auðveldara að gera það á móti vindinum. Alla líkur á settingarna verða of langar. Já, það var eiginlega ekki að taka það, þannig að það er enda hjá markmanni. Já. Eins og þessi. Já. Sigurjón leikur hérna listið sínar. Það kemur á Marko. Marko reynir inn fyrir á Eddie. Sendingin ekki alveg nógu nákvæm og Eddie ekki alveg kannski. Þetta er bara vel gert hjá honum, bara öxl í öxl. Kemur hann Óskar. Óskar áttur að fara niður hérna. Þetta er ekki, jú, þetta er að halda þessu. Hann er ekki náttúrulega. Nei, þetta ætti ekki að gefa nokkað, en það sleppur til. Nei, hvað, akkur bara koma þessu bolt ekki fram völlin? Já, þetta er svolítið klöfulegt þegar við erum í fínni stöðu að vera eitthvað Bardús með boltan hann aftast. Bara vanda sendingarnar og gera þetta vel. Æja, nú líka Grindvíkingar svona aðeins herra. Séu bara út af. Já, Brynjar er að stýra pressunni hérna vel á bekknum bara. Það hefur verið tíðrætt það hérna í framan af tímabili, okkur fannst pressan átt vera svona hipp sem haps á Grindavík. Það hefur einn að pressa. Já. Gefur nógu markviss. Það er vonlegt að pressa einn. Það hefur ekki mikið upp á sig. Ekki nema vörn-aðstæðingarna sé þeim mun sofandi. Gaui komur á langt. Vel gert hjá Bjarka, lokar vel. Lokar hérna með lærinu. Þessi var farinn. Nei, þessi var ekki farinn. Nokkuð sem hefur farinn. Einu voru násamlega. Já, Vestra menn halda boltanum, en við grættum ekkert á þessu. Löppin má vera að fara að nota, en ekki boltinn. Nei, það er rétt. Það breytir litlu máli þó að löppin sé fyrir utan vellinn. Það var komin vansinn nálægt í þessu. Jæja, sending fyrir. Bjarki skattar frá. Þetta gerir vel, virkilega vel gert í þetta. Það var bara að koma boltanum Óskar. Og hérna er gullspjald. Nei, Sveinn. Ertu ekki að djóka í okkur eða? Jæja. Áfram gakk og allt það. Kemur sendingi fyrir. Það sér langur og Kristoffer þannig að fara selur sig hérna alveg ódýrt. Vel gert hjá Bjarka, boltinn út í tegin og þessi er langt yfir. Já, Óskar á eflaust eftir að ræða við Svein í hálfleik. Já, þetta var nú dífa hjá hann þarna. Er það? Já, mér fannst það. Svona, hann stökk eins og lax. Stökk eins og lax, já. En ég held að hann hafa nú eiginlega bara verið svona, ég held að hann ekki verið að reyna að feka til, hann er bara búist við því að niður sparkaði niður. Já, hann er eiginlega bara svona hoppa upp til þess að fá sparkið. Ég vil henda þeirri kenningu í loftið. Já, ég skal alveg kvittandi það. Guðjón vinnur hérna skalla. Já, þetta er vel spilað og þá Ólafur Flóki, það mátt bara henda sér í þetta. Það fór Ólafur Flóki splitt. Já, það tókn, eða svona. Það var ekki þægilegt síðan spennum þessum stim. Hann er svona aðeins. Óhættulegt. Heldur aðeins náran. Það var bara aðeins að jafna sig, þetta var svona. Það er óöfulegt ef þetta er eitthvað sem þarf að skipta út af þessu. Nei, bara, mér sýnst bara að vera vont fyrst. Hann ætlaði að hættur að halda utan um þetta. Vont fyrst og örugglega vont á morgun líka. Já,
Já, tegið sem þetta núna hérna, getur verið eitthvað brass. Marko vinnur engastið. Marko hefur verið svona okkar hættulegasti maður eiginlega í sumar. Já, Marko búinn að eiga bara ágætis svona stöðuleiki í honum. Já, mikill kraftur. Söknum hans í leiknum gegn Ía, það var leikbanni. Líka svona, hann það snöggur að það erfitt að eiga við hann. Það óskar sendinguna hérna og nett bakrydding en kannski ekki átt að dæma, ég veit það ekki. Bjarki missir þessu en já, þetta er klaufalegt í Bjarka. tapar þessu sprettlöpu svo. Já, þetta er virkilega klaufalegt í Bjarka þarna, það var með nægan tíma. Hér þurfa menn eins og að skila sér. Gera það ekki og þessi fer eiginlega bara í utanverða stönginu. Já, þetta var... Og Aron skuttlaði sér ekki, þetta var búinn að... Nei, ég svona verðilega að segja að við þurfum að vera með meiri svona stöðuleika hérna aftast í svona aðstæðum, díla við boltana og bara ef þeir eru óþægilegir, bara koma þeim út af. Í staðinn fyrir að leyfa þeim að skoppa fram í sér. Þeir rekast í saman, Marko, Óskar og Marko, ekki gott. 10 mínútur rúmar eftir fyrir hálfleik. Ég held að sé nú í lagi með að báða en Marko hefði fengið verra högg hérna. Sveinn ákveður að kalla strax á. Já, það er svona prótokólið ef það kemur upp alvarlegt höfuðhögg. Skulum vona að Marko sé ekki illa haldinn hér. Það væri skellur. Já. Besta medicínið er rótt vatn. Liggja á það báðir. Já, mér sýnist með liðin nýtt tækifæri bara til þess að taka litan stuðafund. Þetta er svona eins og vatnspásan hérna í... Já, það er náttúrulega glampandi sól úti þannig að menn er heitt. Já. Jú, það er sennilega skurður á... Já, hann er bara að fara að fá gamla góða smíslið og letna vafning. Það þurfa að vefja Óskar líka. Ég eru oftast fundið, sko, gaman að sjá hérna gamla myndir úr enska boltanum. Þegar maður til dæmis, þegar mittliði Newcastle, þegar Alan Shearer var skoraði þrennu og með, sko, hausinn vafinn. Og allan alblóðu. Já, einmitt. Það virðist ekki stoppa blæðinguna mjög mikið nefnilega. Nei. Það er bara auka þjónusta. Sjúkrahúsið Vestra að fara út á völlinn líka. Já, þetta er ekki gott. Ég held að sé nú í lagi með Óskar, ég held að hann sé bara... Þetta er eini staðar sem er skjól á vellinu, það er á jörðinni. Þetta er vel gert hjá Sjúkrahúsið Vestra að koma hérna og aðstoða. Fær klappa lof í lóa stúkunni. Sko Marko er minnst út í klárlega að vera að halda áfram. Já, Óskar er eitthvað svona... Hann liggur svona alveg einkennilega. Hann er meira bara eins og hann sé sko bara að hvíla sig. Já. Svona með látbræðið. Sko, hann er ekki eitthvað... Kannski er það bara taktísk ákvörðun hjá honum að ná hérna nokkur auka mínútur meðan það er verið að gera sárum Marko. Já, þetta telja sumir það að vera vænlegra að spila undan vindi í seinni hálfleik. Nákvæmlega. Ég veit það nú ekki hvort það sé hafandi séð marga leiki. En það er kannski aðeins bara verið að... Það er ekki búið að gefa neina merkjum skiptinga, minnstu kosti. Það væri nú skellu við greita ekki Óskar væri aftur og middur. Já, höfuðmeiðsli er náttúrulega rosalega erfið. Já, nákvæmlega, geta verið mjög svona langvinn. Já, Hilmir, sjúkraþjálfarinn hjá Grindavík, hann fer alveg yfir þetta með Marko, hvort að hann sé heill, sko. Gerir eitthvað stöðuleika æfingar hér. Jú. Ef það er einhver minnsti grunnur að hann sem heilaristing, þá myndi Hilmir að sjálfsögðu kippa honum út af. Já, kíkir hann á Óskar.
liggur þarna bara killi flatur, ég er nú ekki... Já, en þess að hann stóð nú upp úr þessu strax. Aðeins hægt að líðast á blikuna. Nei, ég hef engar áhyggjur. Kannski ágætt að renna það bara yfir stöðuna í næsta leik sem er í gangi núna. Það er einnig markalaust í leik Þórs og Fjölnis sem framfer á Akureyri. Já, og svo eru fleiri leikir á eftir kl. 19:15. Já, það er heil umferð í kvöld. Já, maður sett Selfoss Ægir, Ía Leiknir, Þróttur Njarðvík og Afturelding Grótta. Og Breiðablik eru að gera jafntefli út í Kaupmannahöfn, það er 1-1. Já, það er ekkert annað. 34. mínúta þar í gangi. Hvernig þróaðist leikurinn? 2-1. Já. Það bara... Gamla, þeir fórkunna er að... Já, þeir komist hérna í 0-1 á 10. mínútu og svo er bara 2 mörk hérna á 2 mínútna kafla. Já, þeir hafa skotið skelk í bringu. Já, þeir fáið 2 mörk bara hérna á... Já, það er að verið heldur betur krassandi ef þeir eru nú... Ef þeir komast yfir snemma í leiknum. Já, svona, Daði. Óheppnir náttúrulega svolítið í fyrirleiknum, nýta ekki færin og fá á sig klaufaleg mörk. Eða klaufalt mark hann í byrjun. Það verður nú endalega einhverju bætt við þetta hjá okkur. Við erum komin þetta í 40 mínútur. Ég sýnist nú vera, sko, hann er að fá sér vatn eða Powerade. Alltaf vont þegar menn skella svona saman. Ég sá ekki hvort það var eitthvað bakgrinding hann á Óskar sem kom svona af krafti í þetta á móti Markó. Það er alveg fengið ykkur smáskurð. Sestur upp. Já, spurning hvort liðið kemur svona hressara út úr þessari óvæntu pásu. Það getur svona stundum svolítið riðla leikskipulæri. Slæðir allan takt úr mönnum. Það er búið að vefja það á báða. Spurning hvort þeir séu búin að tæma hérna vafningin. Það er ekki kannski verið draumastaða fyrir Brynjar að byrja hérna í sinn fyrsta leik og mögulega missa 2 af sínum bestu leikmönnum að velli á sama tíma með höfuðvisli. En Markó er með alveg glæsilegan vafning á höfðinu. Þetta er alveg engar. Og nú gerir Hilmir stöðuleikaprófin á Óskari. Já, Óskar veit hvenær hann á að fara að velli. Já, ég held að hann myndi... Hann er orðin það reyndur að ef hann væri vankaður eða... Þeir hafa greinilega báðu blóðkast við þetta. Já. Svo er nú hægt að vinna betur aðeins í hálfleik. Setja eitt strumpaplástur í hálfleik. Já, það er bara að loka skurðinum ef ykkur er komið. Jæja. Gætu þurft að fara báður bara upp á slísa til leika. Spor. Já. Þá erum við loksins farin að stað aftur. 41 á klukkuna. Hvað er það að segja? Þetta eru ykkur 7-8 mínútur. Er það ekki? Jú. Það er bara að skipta í auglýsingar en græða þessu á þessu. Já, það er nú verið óvænt. Jæja, Vestramenn hérna með langa settingu. Spýtist út af. Fínt fyrir Óskar að fá þetta, heldur hárun aftur. Já, hann var vandalega með bandi í það nú þegar. Já, vissulega. Varnarleikurinn svo sem verið fínn hjá Grindavík enn sem komið í leiknum. Ekki fengið mörg færi Vestramenn. Ég finnst svona kannski örlítið ágefnum hvað menna að vera svona, hvað að segja, svona stressaðist á boltanum fyrst mér. Já, það svona, mætti kannski vera örlítið meiri ró yfir oftast yfir línunni þegar kemur að því. Fannst þeim eitt svona í fyrstu leikjunum áberandi
meiri ró oft yfir vörninni en undanfarnar sumur. Já. Það þeirra sjálfströst og þá einhvern veginn líður eins og andstæðingur geti ekki skorað. Hér tapar nú Nasjó boltanum og Marko kemur bara sjálfur, hann snöggur og sendir Eddie í gegn, nei. Það fara að segja vel gert hjá Eddie að vera ekki að þvælast fyrir, en sendingin ekki góð. Ekki þessi heldur. Nei. Það svona ekki mikill sóknarhugur í báðum liðum, sko, verð ég að segja. Grindvíkingar eflaust að reyna að bíða af sér fyrir hálfleikinn móti vindi. Kemur hérna sending móti vindinum og það oft erfitt að díla við það. Þessi bolti beint út af. Já. Brynjar yfir gamla takta og tekur þetta niður. Klassa touch. Já, það þarf Ólafur að gera. Spila bara handalið aftur. Það var vel spilað á Grindavík. Aftur svona, eitthvað svona. Já, þarna reynda að skoppaði boltinn í bílöpindinu á hann. Já, hann eitthvað að skoppa á menn eitthvað aðeins. Ég held reyndar að hann hefur verið búinn að Viktor í pærikattir. Sýtur að koma með fyrir. Það sendi ekki aðeins of lág og laus, en við höldum þessu. Einar Karl leikur þetta niður. Ólafur missir þarna frá sér. Ólafur er bara mögulega að fá betri takka, hann bara rennur um allt. Aron mættu, finnst þetta góð ákvörðun í Aroni þarna. Já, bara eina vitið, ekkert verið að reyna að halda þessi bolt inn á. Það er Býtur nú að koma ykkur bendingum upp á tíman, þetta er að detta í 45 hérna núna. Hagnaður hann að Einar Karl aðeins að brjóta af sér hann. Kemur sendingin á Natsjó og reynir að lauma honum hann inn á tegin en sigur hann vakandi. Það er rangstæða hér, hvað? Já. Vel staðið lína hjá Grindavík. 7 mínútur segir Maja. Það virðist vera staðfest og ekki komin einn formleg bending það. Ég held að Maja hefur rætt línuvörðinn. Já, ég held að það sé bara skynsamleg tími. Það er tíminn til að skora mark. Já. Þetta hérna með lítið brot, en brot enga síður. Og hér er hornspyrna sem Vestramenn fá. Þetta er það sem þeir eru öflugir í transition þegar þeir vinna boltan. Þetta er nú vindáttum til þess að þruma honum upp á markinu. Já. Þá hérna fannst leikatriði Vestramenn. Það eru Grindvíkingar að halda haus. Þetta er bakki inn á teignum. Þetta er stutt. Kemur svo boltinn fyrir. Já, vel gert hjá Bjarka. Kristoffer Konráðs. Nú er séns á að sækja hratt. Vestramenn fljótir að færa liðið aftur. Þar fór sénsinn á að sækja þá. Já. Klúturinn farinn af hausnum á Marko. Já. Frábært Þetta var alvöru negla maður. Benedikt Warren með þetta mark. Þetta var klaufalegt þarna hjá Grindavík sem voru konum með boltan. Missa hann þarna í gegnum sig. Það er ágætis hópur af vestarastunum sem er í stúkunni. Já, þetta var ekki það sem við pöntuðum. Nei, alls ekki. Mátti að fá þetta í andlitið svona rétt fyrir hálfleikinn. Þetta var svona nokkurn veginn óverjandi held ég fyrir Aron. Já, hann gat lítið gert.
Einar eitthvað að töða í Já, þeir eru lengi að fara í miðju, vill taka miðjuna, heileik. Það þýðir ekkert að leggja árar í bát. Nei, það er bara að halda áfram, berjast. Já, nú eiginlega þurfa Grindvíkingar að sýna úr hverju eru gerðir og ekki brotna þá að þeir hafi lent undir hérna upphæðu leiks. Það vantar svona eins og þeir lesi ekki alveg hvar boltinn er að koma niður. Hann er alltaf að fara að koma þarna á milli varnar og já, hérna nú bara Sigurinn að skýla boltanum. Já, Nacho sparka bara í hann. Sérðu nokkuð klukkur að einhverstaðar á skjánum? Nei, ég er bara ekki með þetta opið. Nei, þetta er einhverjar 2-3 mínútur enn. Óskar missir að þessum. Staðinn fáum við okkur skyndisókn. Úff. Já, góð tæklingi Bjarka. Góð tækling og Aron vakandi og gripur þetta. Já, hér er tæpsending fram. Þetta er allt of mikið svona óðagott fyrst mér. Já. Ekki skýrir þess út af. Já, Brynir segir Einar halda bara haus, það er kom hálfleikur. Brynir lætur engan bilbúða sig finna eftir að hafa marki undir. Gult spjald, nei. Jæja, ná Grindvíkingar að kreista eitthvað hérna úr þessum lokasekundum. Brynjar mjög svona talandi á hliðarlínunni, gefa mönnum skipanir sendingar og staðsendingar og svona. Já, þeir eru línir í fótunum í dag, Vestarmenn. Já, þetta var líka bara brot. Já, kannski. Langur bolti hérna yfir á hingantinn. Já, hann er alltaf langt frá honum, finnst mér að Viktor. Þarna voru við stálheppnir að fá ekki okkur annað mark. Viktor þarf að vera miklu nær honum. Má ekki gefa honum bara tækifæri á að krossa. Var þetta ekki markaskorarinn? Jú. Benedikt Warren. Verða að treysta á hann hérna í fyrri hálfleik. Bakrending, Sveinn ekki vakandi. Ekki verið mikið að spotta það er okkar megin sko. Nei. Já. Þetta er svona. Það tækifæri fyrir Grindavík til þess að gera eitthvað. Kemur sendingi fyrir Kristoffer. Það tók þetta bara strax. Já. Ég ætla að vera að segja að taka það hlaðan tegin. Og þá Guðjón kemur honum Óskar. Óskar er í tegnum. Snýr. Það er ekki alveg komið sér í stöðu en kemur boltanum. Já, ná mikið að koma þessu fyrir. Og þar með flautar Sveinn Arnarsson, dómari til hálfleiks. Já, staðan 0-1 Vestræði vil. Eftir neglu frá Benedikt Warren. Já, Grindvíkingar þurfa bara að mæta með hjörtun á borðinu í seinni hálfleik og sækja til sigurs. Já, þetta er ekki öll nótt út enn, það er heill hálfleikur eftir. Jú, ekki bara skell okkur í auglýsingar og kaffilíu og sjást að vörmum spori.
velkomin aftur að skjánum á Stakavökuvelli í Grindavík sem staðan er 0-1 fyrir Vestra. Það var hérna löng tvö í fyrri hálfleik þegar að Marko Vardits og Óskar Örn ráku saman. Þeir eru báðir vel vafðir, sannlega mikið skurð báðir. En eru mikið að renna svona á þessum hluta vallarins. Það er vökuð aukalega. Bjarki tekur þetta niður. Ónokam sending. Já, þetta var ekki nægilega vel gert þarna. Það er að fara í bakið á Ólafur Flóka, ekki dæmt. Sveinn hefur ekki mikið verið að gefa okkur þessa bakðurningar. Nei, hann hefði nú gert það ef hann hefði bara látið sér detta niður, en já, þetta var nú svona mjög augljóst, hann ýtir höndinu bara eftir sér. Menn fá hérna innkast rétt við endalínuna. Hendir svona teig. Sendingin á teig. Þetta var nú skrítin sendingan tilbaka með Guðjóni. Skrítin ákvörðun. Komið þessu tímabundið frá. Vestramenn bara gera sér líklega hérna í byrjun. Já, sprækir hérna í boltinn út af. Já. Já, hann skellur að hóta mark á sig, að vera ennþá meiri skellur að fá hérna annað í upphafi. Já, það er bara mjög mikilvægt til Grindavík að byrja hann að seinna hálfleik vel, fá smátt sjálfstraust og tiltrú á verkefnið. Það er alveg algjört róttök að fá annað marki á sig strax hérna í upphafi seinna hálfleiks. Já, það er eiginlega eina í stöðunni fyrir Grindvíkinga er að sækja mark þetta fljótlega. Já, algjörlega. En til þess þurfum við nú að halda boltanum aðeins betur. Já, við bara varla snertan sem leikurinn byrjaði. Fyrst sending beint á Sigurjón. Það eru svolítið kæruleysir þegar við vinnum boltan. Já. Vantar aðeins að bara taka boltan niður og senda á næsta mann. Sem alltaf að reyna að gera þetta fína. Þar kom hendið eða ekki. Já, kemur enn eitt boltinn inn á teginn og flýtur yfir Viktor. Það er komið svona, ég veit það ekki, það vantar eins og þú segir, einhverjum svona spilaboltanum með þeim saman og... Já, bara að vinna betur saman sem lið, við erum svona aðeins svo mikið að reyna þetta erfiða. Það fyrir bara að gera þetta einfalt, senda boltan milli manna, vinna vel, maður og mann. Langt yngast hérna yfir Eddi. Vestramenn að bara gera þessi við þetta maður að gera, spila hann á milli sín. Jæja, vinnum boltinn hérna á ágætu stað. Það er skemmtilega gert það. Já. Guðjón hérna svona... Guðjón með svona ævintýrlegan snúning. Já, svona einhverja semi-hælsendingu og snúning í leiðinni. Nota vindinn. Hér er nú klaufaskapur. Jæja. Rettum þessu fyrir horn. Marko ætlar að vippa þessu á Eddi og svona hálfleið með það þeir hreinsa þetta. Já, nú finnst mér vanta bara meiri ákveð á boltan. Við erum svolítið að bíða eftir eitthvað gerist fyrir okkur. Já. Spurning hvort að þjálfarateymið Grindvíkinga fara að huga einhverju skiptingum. Já, Bjarki er eitthvað tæpur sýndist mér, hann var eitthvað slæmur. Hann fannst eins og hann væri eitthvað slæmur hérna í lok seinni eða fyrir hálfleiks. Petr Hansen liggur hérna ekki? Jó, Bjarki Aðalsteinsson. Það er skipting. Þá kemur vantilega hann
Viktor bara inn í hafsend og hann Freyr kemur í hægri bakarastöðuna. Já, það ekki svona líklegasta útkoman úr þessu. Já, Freyr að koma inn á. Bjarki hefur lokið leik. Það eru komnar 50 mínútur rétt rúmar á klukkuna. Freyr er nú oft líflegur þegar hann kemur inn á. Hann kannski smá kraft með honum. En Bjarki náttúrulega einn á okkur betri varnarmönnum. Þannig að það er ekki kannski ídeal að missa þann út af. Hann er eitthvað slæmur í viðminni síns mér. Já, skiptingin klár, leikurinn aftur á stað, Grindavík, boltan. Aron er að spá að taka bara eina langa. Aðeins og löng fyrir þetta í. Spýtist boltinn bara hér fram og tilbaka á milli kantana. Það er milli endan ætlaði að segja. Hvernig er það? Er Brynjar búinn að ná einhverja æfingu með liðinu? Já, einna einhver gær. Já. Var nú ekki þung það sem að þetta leikur daginn eftir. Jú. Aðeins gengi við taktík og svona þetta helsta. Við gefum boltið fyrir, svona langur. Já, Freyr gerir vel að vinna þetta. Vinnur yngastið. Já, en það er kannski ekki hægt að ætla þess að, hvað að segja, handbragð Brynjar sé komið á liðið strax. Nei, þetta er svona kannski svolítið brött innkoma inn í þetta verkefni hjá honum. En hann kaus sjálfur, hann hefði getað staðið til hliðar í þessum leik, en hann vildi bara koma strax í verkefnið. Það er reikistefna hér og vestramenn í boltan. Dómarinn og línuvörðurinn eitthvað sjálfvitin að missi aft. Þetta hefur verið rétt niðurstaða. Freyr potaði boltan leiðin út af. Það er engast á. Engast bara alveg við hotvonan. Þetta er brot. Ekkert brot og vestramenn á boltan. Já, ekki farið að stað svona þessum krafti sem ég hefði óskað. Nei, það er líka vont að missa út. Já, byrju nú við. Nei. Klaufalegt hjá Gauja þarna. Hann byrju hann að gera miklu betur. Já. Þau eru bara að tengja betur á milli manna. Þetta er aðeins of svona tilhæfnakennt hjá okkur í sóknaruppbyggingu. Og vestramenn tækir tíma í það til þess að aðdæma sig. Það voru tveir hérna út á kantinum. Já, Freyr einn þarna á mótið þeim. Sigurjón hlýtur að fá aukaspyrnu. Já, það er nú alveg vont að sjá gult spjald á þetta. Já, ég hef Svona með að við ekki mótmælt því. Já, staðan er 5-2 í Kaupmannahöfn. 54 mínútum. Vá.
Nacho að láta sér detta í ennetskiptið. Já, seldi þetta. Já, kemur Flóki hérna upp vinstri kantinn, hann þessu eða ekki. Já. Og í staðan verður að koma fyrir þá. Þetta er eina góðan fyrir. Marko sendingu inn fyrir það engin þar. Okkur vantar aðeins meiri tiltrú á þessu seinni bylgjum. Þetta er eina markið sem er komið í leiknum kvöldsins. Leiknir voru bara frá stað hinnir. Staðan 0-0 á Akureyri. Þetta voru hann kemur sendingunni fyrir en Aron þessu og kemur erfið sendingin á miðuna en Einar Karl leikur vel á móti þessu og sending á Guðjón finnur Kristófer og þetta gerir Kristófer frábærlega og Óskar hlýtur að skora. Hann skýtur í löppina á honum. Ekki hægt að bjóða Óskar upp á mikið betri færi en þetta. Kemur Ólafur Flóki með frábæra tæklingu, sendingu fyrir. Þarna var Grindavík heldur betur nálægt í að jafna leikinn. Jæja, það kom loksins eitthvað smá líf hjá Guðlum. Já. Gat nú heil ekki fundið betur mann þarna til þess að fá þetta færi. Nei, ég var bara byrjaður að fagna nánast sko. Seldi honum fjárhóttið. Jæja, áfram með þetta. Nei, segi Eddi heldur þessi ná. Já, fer bara fram í árum. Það er hótt. Já, það er kraftur hjá Grindavík akkurat núna. Já, meira svona. Lítur eitthvað að fara að gerast. Þetta er virkilega smekklegt með Eddi. Já, og Kristófer hinum enn undirbúninginum að sendinguna. Það var svona smá snerting. Hann kaus að fara ekki niður sem var nú heiðarlega í stuðinni. Kristófer tekur hornið. Það var nú vel eins og Grindvíkingar að nýta þessar hornspyrnur. Þeir eru búin að vera allt og slækir í föstu leikadröfum í sumar. Heyrðu, þetta var bara marktilraun. Já, hann bara fór á hnén markmaðurinn. Það er algjörlega reynandi í stífum vindi. Tekur Gauði þetta hinum megin. Kemur á fjær. Já. Herðu, hvað er nú dæmt þarna, veit ég ekki. Liggur eftir einn vestramaður. Hyggilega eftir tveir, markurinn er komin á fætur og allir komin á fætur. Já, hann skildi eftir löppina þarna. Hann Rafael Rueto Henrique. Það skjóta hann sér spáveri. Svona 95% líkur á því. Gauðin er að skalla þetta en er ekki skalla samherja. Kom svona smá skjálfti í vestramenn á bekknum, voru allir bekkurinn að hita upp, leið á þetta atvik átt sér stað. Menn næstir í að fá að taka þátt. En þetta er Grindvíkingar færa sig hans framan að það var meiri hætta á að liðið opnist. Og þetta var Ólafur Flóki og Kristófer að reyna aðeins og erfiða hluti. Það hefur verið geggjað að það tekist, en það er óþra að hafa þetta svona flókið, sérstaklega ef við erum undir og reyna að sækja þetta mark. Já, þetta á til að vera flókið þegar þú heitir Flóki. Er það tilfellið? Ég vona ekki. Það er bara skemmtilegt orðagrín hérna. Já, áhugaverðar senur þarna. Já, kemur Freyr, hann er nú áræðinn. Missir hann aðeins og langt frá sér. Já, Grindavík hann á bolta. Grindavík hann. Já, það vantar ekki Frey áræðinina. Kemur svo eina sem hefur pláss á miðunni.
fara að taka sér tími í þetta félagarnir. Já, þeir eru svolítið að opna þá fyrir aftan. Þetta var boltan í hælinn, Gaui. Og við erum svolítið fylgið eftir með mikilli pressu sem var óþarfi. Þetta var nú Guðjón Nansen á því að komast inn í boltan. Já, Grindvíkingar með stífa pressu en vestramenn leysa þetta vel. Það er alltaf einn laus á miðunni, þannig að það er auðvitað fyrir lið að spila í gegnum þetta. Þetta er vel gert hjá Benedikt Warren, reynir að finna Túfa, gerir það. 1-1 okkur Sigurjón. Sigurjón með glannalega tæklingu og bara missir af boltanum einhvern veginn. Já, Sigurjón eitthvað slæmur þá líka. Skipting hjá vestra. Leikmannum 18. Ibrahima Balde. Stór og stæðilegu leikmaður. Ég held að það sé koma 2 skipting í Grindavík. Já. Getur trúið að Símon og Dagur sé að koma inn á. Þú ert að segja hvaða Dagur þegar að Grindavík á í Skjótt og Dagur Ingi Hammer. Já, ég held það líka. Dagur Ingi Hammer og sömuleiðis Símon og Dansa Fong. Og Freysi vissi boltan yfir sig en þetta bjargast einhvern veginn hjá honum. Já, þetta var áhugaverð móttaka en þetta slapp allt til. Marko reynir að halda þessu ná en því ekki. Hvað komið á klukkuna hjá þér? Það eru 63. Hálft í millistefnu. Tómas Orri gæti að koma inn á miðjuna fyrir hann Guðjón Pétur eða Einar Karl. Svona þeir vilja fá meiri hlaupagetu inn á miðjuna. Það verður alltaf 2 skipting eða vilja ná inn. Frábær skipting. Rosalegu bolti hérna, en jú, hreinar þessu. Einhverjum Óskar sem reynir að koma sér í stöðu en rennur til. Einar. Já, Einar lætur hann skoppa sem á ekki. Nei. Þá eru vestramenn aftur konur í sókn. Þá hérna töluvert pláss. Já, vel gert Guðja. Þá kemur Eddi. Glæfralega tækling en Eddi heldur þessu. Og hann 1 á 2. Býður eftir aðstóð. Það er bara sjálfur og hann er sparkaður niður hérna og dómarinn dæmir ekki neitt. Þetta er ótrúlegt að sjá. Þetta er vá. Sveinn Arnarsson hér bara lokar augunum hérna fyrir framann vítateig vestra. Þetta er algjörlega. Og línuvörnilega líka. Galinn ákvörðun. Hann bara sparkar hérna niður á 2 vestramönnum. Orri er að láta línuvörðin eitthvað heyra það. Sem að lætur eins og hann heyri ekki í honum. Þetta. Nei, þú veist náttúrulega að það er eitthvað sem gengur á þegar allur bekkurinn heimaliðinu staðinn upp. Það hefur raun að verið auðveldar að dæma aukaspyrnu heldur en ekki í þessari stöðu. Þegar að kontaktin er svona augljós. Já, þetta var bara... Nú er Sveinn að fara að ræða við línuvörðin.
Nei. Þetta var afskaplega undarleg ákvörðun hjá okkar manni Sveini Arnarsinni. Það ætti sig að fara að skipta við Símon. Jæja. Það fer leikurinn aftur af stað. Sýndi Símon Logi vera að gera sig kláran. Já, þeir eru ekki búin að tímasetja þessa skiptingu held ég. Það skipta þegar eitthvað X er eftir reikningu. Úff. Jæja, Sigurinn gerir vel að vinna þennan bolta. Já, Flóki vinnur innkastið. Já, nú þurfa Grindavík bara að setja alla orku í þetta. Orri og Brynjar ennþá að rökraða við línuvörðin. Já, þetta var líka svona eiginlega svona þessi lína sem ég var að tala um. Þegar þú dæmir ekki neitt eða lítið. Það er búið að vera að dæma svolítið á bakgrindingar og annað í þessum leik gegn Grindavík. Svo kemur eitthvað svona atvik sem er alveg augljóst og það er ekki dæmt. Það er frekaskipti. Það voru þess bara 2 bakgrindingar. Símon Logi og Dagur Ingi. Já, 2 grindvíkingar kom inn á. Hammer Gunnarsson. Eddi og Kristófer heyrðist mér. Þetta Símon farið ekki upp á topp. Jú. Kristófer. Dagur brot og kant. Og Símon Logi fram. Það var náttúrulega að þeir komi hérna grindvísku strákarnir með smá kraft hérna síðustu 20 mínútur. Já, Eddi fína vinnslu í þessu leik en náði ekki að skora mark. Þetta er Marko í smá basli en fer ykkastöðum. Kemur Freyr hérna utan á. Marko að spila sér svona í pínu vandræði þarna. Já, vel gert. Flott skipting á Dag. Já. Dagur takna með þið bara. Keyrði nú inn í teginn. Sem aðeins frá sér, hann getur komið sem inn teg eða hvað, nei. Og Einar Karl getur nú skotið. Vippar sín teginn en Þetta er erfitt. já, Óskar. Hann er að halda þessu í leik. En í innkastið boltinn. Já. Hann er ekki vilja sjá hann lyfta boltanum undan vindinum. En ég vilja sjá hann frekar að finna einhvern í lappir. Grindvíkingar með svolítið allt lið hér frammi. Já, við erum aðeins að herja á þá núna. Þá opnast alltaf svæði fyrir aftan. Nákvæmlega. Við byrjum við. Guðjón næstu búinn að potta sér í færið þarna. Freyr ekki nógu vel staðsettur. Þá hefst smá spretthlaup. Benedikt kemur með fastna bolta fyrir. Það er enginn sem nær til hans. Vestramenn að fara að gera skiptingu. Inn á kemur leikmannum 14. Ongun Denís Jaldýr. Hér er Einar Karl í ykkur í brasi. Vinnur markspyrnu. Jæja. Já, þetta er svona fullt tilraunarkennt hjá Grindvíkingum. Já, 20 mínútur stefnu. Staðan orðin 2-0 upp á Skaga fyrir Leikni. Já.
sömuleiðis eru Njarðvík komið 2-0 á móti Þrótti. Þannig að það er ekki góð tíðindi fyrir okkur Grindvíkinga. Nei. Það var með langa spyrnu fram en endar í vinnari. Hættu spark. Kemur Dagur hérna, hann er bara að skjóta hana. Já, klálega. Finnur Óskar. Þarna var nú... bara náum ekki boltanum. Vel gert hjá Frey. Freyr leikur hérna aðeins en ekki að finna. Já, hann hætti bara að velja að taka samherja. Í staðinn þá... Valdan lélega sendingum. Já. Við höldum þessu. Marko hérna með langa boltinn á Símon. Já, Símon tekur við honum. Og frásending. Helbina. Það er vítaspyrna. Hann dæmir vítaspyrnu, já. Ég ætlaði að fara að segja, hann ætlaði að sleppa þessu líka. Ég var að fara bara að hætta að vera vinur Sveins á Facebook, sko. Hann var þetta einstaklega rólegur þegar hann dæmdi þessa vítaspyrnu. Jæja, það var Óskar Örn. Það er væntanlega Óskar sem tekur þessa vítaspyrnu. Já. Þetta var frábær móttaka þarna hjá Símoni og hærsendingin á Frey var einstök. Beint úr efstu hillu. Jæja, nú er bara vonað að Óskari sé með þær stáltaugar sem hann hefur alltaf verið með. Já. Það er gult spjald á Fatai sýndist mér. Skaut í bitmarki á móti Njarðvík. Hvað gerir Óskar hér? Stutt til hlaup. Já. Frábærlega skotið hjá Óskari Erni. Aldrei spurning. Þetta er bara verðskuldað hjá Grindavík sem er búin að vera miklu sterkari en á síðustu 20 mínútur. Já. Og er að koma hérna sterkir inn í leikinn. Nú jafna þetta og nú það bara að klára þetta og vinna þennan helvítis leik. Já, sammála því. Ég vildi ekki jinxa þetta áður hann tók spyrnuna, sko. Það hefði verið eitthvað svo lýsandi fyrir Sumarið á Grindavík ef hann hefði klúrað á spyrnuna, Já, vissulega. En Óskar er, eins og segir, með stáltaugar. Örugglega búinn að taka nokkra vítaspyrnur yfir ævina. Nú er bara að láta knið fylgja kviði. Ólafur Flóki skilur ekkert í þessu. Er það stundum og í knattspyrnunni að liðið skora oftast aftur á þig eftir og nýbúin að skora. Þannig að Grindvíkingar þurfa nú að vera með tánum. Kaldan haus. Þetta er nú aukaspyrna, hann að tósa í hérna Ólaf Flóka. Já. En ótt að segja að skiptingarnar hafi komið flottar inn. Já, báðir búin að vera líflegir, Dagur og Símon. Ná vestramenn aðeins að tengja saman þetta nokkra sendingar. Já. Vel gert hjá Guðjóni og það er brotið á honum. Þetta er gult spjald eða allt er eðlilegt. Já. Hvað er spjaldið frá því áðan? Jú, er hann að leita því? Nei. Þetta er skrítið. Þetta dæmir gult spjald á eina karla nákvæmlega saman stað fyrir að gera nákvæmlega saman. Bara að stoppa bræðnilega sókn. Algjörlega samskonar brot, svo langur eða hvað. Já, bara, þetta er bara endurtekning á brotinu sinni fyrir hálfleik, nema bara hitt liðið. Skrítið. Viktor er aðeins að hægja á þeim þegar hann þá með boltan. Freyr hlutur ná þessu. Já. Vel gert hjá Freyr og vel gert hjá Óskari. Þetta er ekki vel saman. Spilað. Hvað er bara með það fyrir? Núna.
Símon aðeins svo Já. framalega þurfti svona bakk allan á þessu skalla. Já, hann var reyndar alveg galopinn. Það var allt í einu eins og allir hefði hlaupið á nærstöngina. Það var fín fyrirgjöf hjá Frey. Freyr hefur komið flottur inn í þennan leik. Heldur betur. Halda þessu inn á vellinum. Já. 76 mínútur liðnar af þessum leik. Það er klálega tími. Það er tími fyrir bæði lið. Það er vel spilað hjá mestramönnum og Freyr les þetta virkilega vel. Já, þetta er stórhættulegt ef þessi siði flóið yfir hann. Já. Benedikt Warren er búinn að vera svona þeirra hættulegasti maður hjá Vestra í dag. Já, virkilega sprækur hérna út á vinstri kantinum. Það var rángstæða þarna. Já, þetta er að fara skynsalegt, en hvað út af? Já. Og staðan í Kaupmannahöfn er 6-3 og það er ennþá kortur eftir að leiknum. Já, við sáum þetta Orri Steinn Óskarsson. Það er búinn að skora gegn pabba sínum. Já. Það hefur verið svona bittersweet, ljúfsárt. Ljúfsárt, nákvæmlega orðið sem ég var að hugsa um. Þessi er svolítið langur. Já, smá. Við eigum eina skiptingu eftir þetta ekki? Jú. Já. Spurning hvort að fá einhverju ferski fætur að hlaupa hérna í lokin. Það er flottur skalli hjá Ólafi Flóka. Ég er hrifinn af Ólafi Flóka. Hann var að dæma aukaspyrnu síns. Flottur leikmaður. Eða hvað, nei, bara engast það ekki. Já, það er mikill kraftur í hann. Þetta er leikmaður sem er að mála hjá Val á láni þaðan. Var á reynslu hér á Ítalíu. Alveg stólum í hjá hvaða ítalska félagi hann var. Það er að gera fyrir unga og spennandi leikmenn að koma til Grindavíkur og fá mínútur, berjast fyrir sínu, fá að æfa með reynslu miklu leikmönnum og berjast fyrir að fá að spila. Á Símon Logi á sprettinum. Símon getur nú náð þessu. Það var vel gert. Boltinn dettur. Það er engast sem Grindavík á. Grindavík á þennan bolta, já. Guðjón hefði náttúrulega látið vaða ef hann hefði náð að leggja hana fyrir sig. Ég hefði alveg getað sett stort veðmál á það. Og bara eðlilega. Allt annar bragur á Grindavíkurliðinu í seinni hálfleik. Já, það er svona eftir erfiða byrjun í seinni hálfleik, þá hafa það svona stíð upp. Fundið svona smá kraft. Þetta er vel gert. Freyr kemur hérna. Já, kloppar hann. Opinn hérna. Skilur það eftir sig svæðið, en Sigurjón er vakandi. Virkilega vel gert. Skiptir bara svæði. Já. Freyr er hrypur í öllum boltum. Það er vel gert fyrir Viktor hérna bara að losa hann bolta úr hættusvæðinu. Er ekkert með eitthvað vesen. Það sló leikleikunum 80 mínútur. Það er svolítið spenna í loftinu. Þetta er svona sem leikur skiptir bæðilið svolítið miklu máli. Já. Engin hræðileg úrslit fyrir Vestra að fá punkt hér, en sigur var gríðarlega dýrmætur fyrir Grindavík. Jæja, Ólafur með þessu kemur núna með allt og langan bolta. Þetta er ekki sendingi sem hann á komið með boltan bara út á kantinn á dag þarna og fari í ólappið. Símon var ekki nálægt í að vera í stöðu til að taka á móti þessum bolta. Já, minnst Einar Karl hafa verið sprækur hérna í
seinni hálfleik. Já. Það er svolítið að lesa leikinn rétt og reyna að loka svæðum. Þetta sé bara með svona líflegri frammistöðum sem ég sé frá Einar í sumar. Já, hann er svona ekki alveg fundið taktinn. Þetta er vel gert sér Flóka. Það er Svolítið seinna flagga. Já, aðeins slikt þarna hliðalínuna út af. Vantar ekki stemningur í stúkuna eins og þar. Nei, það vantar aldrei upp á það. Þetta er brot á loksins. Ákvaðan að dæma eitthvað á þetta. Svona þröngt spil hjá Guðjóni og Flóka. Já, þetta er ekki skynsamlegt þarna. Og hérna kemur sendingin fyrir en Aron Dagur vel vakandi í markinu. Það er Ólafur Flóki liggur eftir. Rann þarna í fyrriháleik og kvenkaði sér hérna í nára eða innra lauri. Já, held að hann hafi bara fengið högg þarna. Það er ótengt. Sjúkraþjálfarinn Hilmir Kristjánsson er búinn að vera í, ég eigum að segja, í yfirvinnu í þessum leik. Já. Held hann sé á jafnaðarkaupi samt. Já, ég veit nákvæmlega hvað hann var borgað. Hann var ekkert borgað meira fyrir það sem ekki að gera í honum. Það fer ekki borgað fyrir útkall. Þjónusta hans er afþökkuð. Já. Ólafur Flóki staðinu upp, hann er ekki 100% sínum með samt. Nei, hann bara svona, þetta er bara verkur. Hann fer. Kemur Viktor með langan bolta. Of langan. Já. Það var svolítið góð pæling á baku þetta. Það er hann að setja hann hérna svona inn fyrir Hafstend. Egin Freyr gleymir sér hérna. Herðu, hann tekur bara boltan upp. Þetta er hendi. Það er ekki taka boltan áður en það er búið að flauta. Já, ég var ekki alveg að skilja okkur hann tók boltan bara upp. Hann var bara búin að ákveða það að hann fengi aukaspyrnu. Greinilega peysutók, ég sá þetta ekki alveg nógu vel en það er ekki 1-2 gulu spjöldin komin á Einar og... Já, hann fekk guldspjald hérna. Já, það var eitthvað að tuða þarna eitthvað í vítinu. Já, eða hvort hann fekk bara guldspjald fyrir brotið. Já, getur þetta verið. Og er ekki dettur boltinn út fyrir markaskoran en Símon Logi skýlir þessu vel. Já. Getur Símon að halda þessu og Óskar. Já, hann fer bara sjálfur. Nær þessum bolta eða ekki. Herðu, hann er bara tekið niður hérna. Þeir flagga bara ekki neitt. Þetta var skrítið. Ég held að línuvörðurinn hefur bara gleymt gleraugunum heima eða eitthvað. Einhverju glemt hann allavega. Hæ, Óskar, Einar, taktu það bara. Finnur Flóka. Flóki getur bara mögulega ekki klárað þennan leik, sko. Já, hann er eitthvað aðeins tæpur. Þetta er svolítið langur bolti, en... Já, eða hvað? Nei. Já, Flóki er í svona stökustu vandræði með skrokkinn á sér akkurat núna. Já. Fimm mínútur, stefnu. Ég finn svona eins og það liggi í loftinu. Það væri virkilega sætt en vestramenn hafa líka alveg verið að ógna. Já, ég er nefnilega, þetta geti legið í loftinu hvora meginn sem er. Sko. Já, þetta geti alveg dottið hvora meginn. Það er svona skemmtileg leiki þegar þannig staða er. Þarna kemur Marko með frábæran skalla og þetta er vel spilað og þá kemur Dagur. Flikkar sinna Óskar. Óskar fyrir vantarlega 1 og 1 ef það ekki er rétt. Sendi ekki fyrir, frábær bolti og... Það er hot. Nei, þetta er... Dagur skilur ekkert í þessu. Nei, mér fannst það að vera rétt. Já. Þetta var virkilega góður bolti og ég hef nú oft síðan dag, hann er nú góður skallamaður. Já. Bara mæta með þetta og beint á pönnuna. Áfram með leikinn, segir Sveinn.
Þessi var beint upp í vindinn. Það er vel gert þarna hjá Óskari, nei, segi Guðjóni og Símoni. Já, sko, þarna er aukaspyrna. Aukaspyrna, Já, já. Þarna þekki ég þessu. Þetta er að fá marktilraun. Ég myndi láta þennan bolta fljóta á fjærstöngina og reyna að fippa markmanninn. Það er ekkert að setja á mikinn kraft í þetta. Það eru tveir þarna sparkvissir sem að standa yfir þessu, Guðjón og Óskar. Svo líka hérna tækifæri, þeir eru nú ekki kvikustu mennirnir hérna í vegnum, að kannski hægt að ef Óskar tekur hlaupið. Já. Þetta eru tveir góðir spyrnumenn, ég giska nú á hvað ég tæki þetta. Herðu, heiðarleg tilraun. Þetta var skemmtileg tilraun. En við varst að vera svolítið svona, þetta verður svolítið skrítin, eða svona einkennilega framkvæmt. 3 mínútur stefnu. Ólafur Flóki byrjar skiptingu. Já. Þetta sé fáttana í stöðunni. Hvernig ætlum við sjáum þá koma inn á? Það líklega myndi ég skjóta á Tómas Orri Já, komið inn á. Það er Tómas Orri sem kemur inn á. Kemur á sprettinum til þess að klæða sig. Spurning hver fer í vinstri bakara stöðuna. Hvort hann þurfa að leysa hann af síðustu mínútu leiksins. Meikar ekki mestan sens. Ég myndi svona telja það. Bara fara í stöðuna og leysa hana. Já. Það gæti náttúrulega fært Viktor út aftur en þá er einhver að taka hafsendinn. Geta líka farið í 3 hafsendakerfi. Já, þeir farið í 3 hafsendakerfi. Marko dettur niður á miðunni. Já, þeir eru undir Marko kemur í hafsend, Viktor fyrir vinstri bakvörð og Tómas Orri kemur á miðuna. Já. Fín pælingarna í Óskari en er ekki að fleita um þetta liði gegn. Já. Geta vestramenn sótt hratt á okkur. Fámennir hérna. Vel gert hjá Freyr. Já, virkilega vel gert. Það var eitthvað kofir hann. Kemur sending. Næja, Sigurjón með þetta var að dekka 2. Þetta má ekki gera þetta. Kemur sending fyrir þessi bolti í varnarmanni og í hot. Það var svolítið klöfulegt hjá Viktor hérna. Hann hafði nægan tíma til þess að losa hann að bolta lengra samskiptaleysi. Hotspyrna hjá Vestra. Hárbolti hérna út í daginn fjær. Já, þessi bolti bara rennur bakvið og það er skipting hjá Vestra. Mér sýnist Vestramenn ekkert vera allt og spældir með 1 stig. Taka skiptingu hérna svona til þess að vera alveg ásættanlegt fyrir þá held ég. Er Bendit að fara út af það? Já, sýnist það. Já. Inn á kemur leikmaður númer 80, Mikkel Elbæk Jakobsen. Já, hann spilaði með eða minni rétt leikni Reykjavík síðustu leiktíð. Jæja. Nú voru konar 90 mínútur, þannig að nú fyrir hver að vera síðastur. Mátti hann grípa þetta? Já, þetta er ekki sending beint á hann. Nei. Ég er svolítið strámt að dæma á hann eitthvað þarna. Látum hann slæta. Það er að taka góðan hálftíma í að koma sér frá sér. Símon Kolrangstæður. Einar Karl kannski ekki alveg. En liggur rosalega lítið á núna. Það er ánægð með stíð held ég.
Grindvíkingar þrá meira 3 stig. Það myndi svona kickstarta seasoninu. Heldur betur. En Vestramenn alveg tilbúinir að taka skyndisóknir sko. Já. Eru komnir núna flegi verð. Sending á fjær. Þar Mikael laus. Freyr mættur. Þetta vel gert hjá Grindavík. Þeir bara skýla. Freyr aðeins of ákafur. Já, nú vantar bara að vinna boltan. Mikilvæga sekundur sem að fara hérna frá okkur. Úff, ja. Við náum ekki boltanum. Nei, náum ekki að vinna á valda á honum. Nasjó. Sigurjón skilur þessu frá og nú þarf Dagur að taka hann boltan niður. Dagur, ja. Það var ekki góð sending. Nei, vantarlega. Ei, saman, að tala saman, drengir. Skal alltaf að taka síðan sinn, náðum ekki. Þetta bara krassandi dífa þarna nánast. Krækt aðeins í hann. Já, en svona, hann var vildi fara niður. Já, var ekkert að gera lítið úr þessu. 90 mínútur konur á klukkuna, hvað var bætt við? Ég sá það, engar mendingar það. Þetta eru varla nema kannski 3 mínútur. Fyrirgjöf, slög, Tómas Orri nær boltanum. Sending hérna. Það enginn þarna til að taka á móti þessu. Nú þarf Tómas Orri aðeins að horfa upp á hann að gera þetta, hann hafði nægan tíma. Sigurjón með þetta. Já. Og Einar Karl. Það ekki alveg að stýra þessu rétta leið. Nei, og þetta ekki alveg nóg gæfulegt. Jæja, kemur Tómas Orri. Hvað vildi þú hendi? Já, þetta var nú ekki líklegt. Þetta svona full mikið óðagott finnst mér. Já. Með að við sko að við hefum nægan tíma til að taka boltan niður og aðeins snúa okkur og það eru svona eitthvað stress í okkur. Dagur nær hvað, hún valda á þessu, eða hvað, nei, og fara hingastið. Gíska þessu ekki mjög margar. Það er bara Símon að vera efst á vellinum. Já. Það er bara að vera, þannig að hann geti hlaupið inn fyrir. Við bara náum ekki að taka boltan niður. Nei. Undirinn á svo leik ekki alveg í takt við það sem við vorum hérna með fyrir nokkra mínútum. Já, Nasjó, hann góð skotmaður. Kemur boltan út í kantinn. Kemur fyrirgjöf og þetta einfaldur bolti. Þú gengur bölvanlega að ná boltan. Þessi út af. Var með flautar Sveinn Arnarsson til leiksloka. Já, niðurstaðan 1-1 jafntefli sem að held ég bara sanngjörn niðurstaða. Já, ég held að bæði lið gerðu sig alveg líklegt til þess að ná í þessi stig í lokinn, en Vestramenn gerðu virkilega vel bara. Þeir voru bara með boltan þetta síðustu 5 mínúturnar eða svona. Já, algjörlega. Og nú ef við rennum aðeins yfir stöðunni á leikjum og þá vann Fjölnir Þór á Akureyri 1-0. Staðan 1-2 í leik ÍA og Leiknis. Njarðvíkingar eru heldur betur að gera vel því þeir eru 4-0 yfir mútið Þróttur Reykjavík. Og svo Selfoss einu markið gegn Ægi. Og svo Grótta 1-0 yfir í Mosó. Þannig að það eru heldur betur líf og fjör í þessari deild eins og alltaf. Já, þessi stig sem Njarðvíkingar að ná í, þeir eru fara þá í 14 stig, Grindavík fyrir 16. Já, svo Þróttur líka þeir eru með 15 stig og fara þá niður fyrir Grindavík. Og svo Þór með 17, þannig að það er nú alveg nokkuð liðið í einum pakka þarna. Já, þetta er þéttur pakki. Já, það er svolítið þéttur pakki þarna neðarlega á töflunni, en öll þessi liðið er alveg raunhafa möguleika og bara 15 setjum. Það eru þá 6 leikir eftir. En fyrsti leikur, Grindavíkur undir stjórn Brynjars Björns Gunnarssonar að baki, jafntefli niðurstaðan. Menn svona nokkuð frískir, fannst mér. Já, ég held að þetta sé, sigur hefði verið frábær, jafntefli hefði alveg bara verið viðurandi úrslit, svona til þess að, eins og við segjum stundum, að stöða blæðinguna. Nákvæmlega. Í gengi Grindavíkur. Og
Ég held að við getum alveg byggt á þessari baráttu sem Já. við sýndum í kvöld. Ég held að það sé engin spurning það. Það er auðvitað það fórsendan fyrir öllum árangri. Það er bara laupa, vilji og barátta. Það er nú Svo kemur hitt. alvöru prófraun fyrir liðið í næsta leik. Það er afturhelding á útivelli, Já, 10. ágúst. já, svo fáum við til Leikni í heimsókn þar á eftir. 16. ágúst, Já. næsti heimaleikur hjá Grindavík. Já, Tökum þetta svona Fjölnir, Ægir. Já, það er nóg eftir þess að deild mörg stig í pottinum. já, Grindavík það bara að þeir fengur svona smá svona sjálfstraust aftur held ég með þessum úrslitum Áslum vona það. og svo kemur held ég bara skriðið núna í næsta leik. Nákvæmlega. Þetta er skell upp okkur bara í Mosó og hérna, já, Mosfellingar eru að tapa akkurat núna og að, Já, við unnum það í fyrirumferðina, það ekki? nei, við töpum fyrir Mosó eða afturheldingu 3-0 hérna heima allir. Já, fyrirgeðu. Já, alveg rétt, það var ég man það svo að gesti gær. Fyrsti tapleikurinn okkar fyrir tíðanbíla, fyrsti mörki sem við fengum á okkur. Þeir hlupu algjörlega yfir okkur. Já. Er það nokkuð annað í stöðunni en að fara bara að ljúka þessar útsetningu? Ég held ekki, ég vona bara að þeir sem að hlustuðu og horfðu á að það haft gaman af þó við séum svona eilítið hlutræðir okkar liði. Það verður að vera. Já, en við erum ekki með neinn leiðindi. Nei. Bara með upplýsta gagnrýni á okkar lið og svo ef að Sveinn horfir nú á þetta þá vorum við nú bara svona að benda á hvað betur má gera. En sendum honum auðvitað okkar bestu kveður, þekkir þú hann ekki líka? Jú. Ég hefði hætt að vera að vinna á Facebook ef hann hefði ekki dæmt við þetta. Já, Sveinn er mikill öðlingur og hann er alltaf velkominn á mína skrifstofu þó hann hafi lent í einhverjum riskingum hérna á skrifstofunni á Káa hérna í fyrra. Nákvæmlega. Hún hefur verið boðið í kjúkling eftir leik, ég lofa hann því. Herðu við, ég heiti Júlíus og þú heitir Siggi Fannar Evarsson. Já, við þakkum bara kærlega fyrir okkur og vonum að þetta sé byrjunin að glæsilegri sigurgöngu Grindavíkur. Það verður stórkostlega. Takk fyrir okkur. Takk.